eitthvað með svona varnarmála umræðunum, sko, hvort að Ísland, hvort við erum örugg hérna í dag og hvort þér finnst við ættum að fá okkur... Auðvitað hérna hlusta maður á sjónvarpið og fylgist niður náttúrulega hvernig þessi hamagangur út í heimi. En finnst þér við, hvað finnst þér að við eigum að gera í því? Já, það er ekki alltaf verið að reyna að hjálpa fólki og náttúrulega við gerum kannski þess við getum látið frá okkur. Náttúrulega bara, þetta er náttúrulega rosalega erfitt. Ef þetta þurfum við náttúrulega ekki peninga fyrir fólkið okkar. Margir sem að eiga erfitt. Mjög erfitt og er á götunni og það sem við þurfum líka að hugsa um. Já, en nú erum við að fara svona auka sem sagt útlát í stríðstól. Ert þú á því að við eigum að auka sko kaupa meiri vopn? Nei, ég er alls ekki með því að vera að kaupa vopn. Alls ekki. Svo langt í frá. En finnur svona eins og fyrir svolítið þrýstingi, þetta er verið að segja að við séum svo varnarlaus svona að við verðum eitthvað að gera til þess að auka hvað eigum að gera til að auka öryggi okkar hérna? Er það ekki bandaríkjamenn sem sjá það eða aðrir? Já, bara treysta bandaríkja her. Það er bara treysta bandaríkja her. Ég er voða lítið inn í þessu svoleiði sko. Náttúrulega fylgist með fréttum en hefur svo sem ekki voða mikla skoðanir svoleiðis. Nema það að ég vil helst að Ísland sé bara frjálst land, sé ekkert að skipta sér af þessum látum úti heimi. En þannig að við verðum auðvitað að taka þátt í þessu. Já, sumir segja nú að vísu sko að við þurfum ekki að taka það. Það er að segja að það sé bara mjög sterk öryggissjónarmið að vera friðarþjóð sko og vera frekar beita sér fyrir friðarviðræðum. Já, ég er alveg sammála þér með það. Ég vil að vera laus við allt svona og við séum bara friðað þjóð. Þakka þér fyrir spjallið. Má ég spyrja hvað það heitir? Ég heiti Jóna. Takk fyrir spjallið kærlega. Við vonum bara að við getum verið frið. Finnst þér við Íslendingar hvað við eigum að gera í þessu hernaðarástandi í heiminn? Við getum ekki gert neitt því að Pútín er búinn að drepa sem svara íslensku þjóðinni. Og við höfum ekkert í svona lið að gera. Ekki neitt. Nei, já, finnst þér ekki við þá að vera eitthvað taka þátt í þessu stríðsrekstri? Við eigum að innprenta frið allsstaðar í heiminum. Hvar sem er. Og Rússarnir þeir eru nú þekktir fyrir að ráðast í bæði Tékkóslóvakíu 1968 og 1956 í Rúmeníu, Ungverjaland, já. Þannig að þeir eru vanir öllum innrásum. En svo er það nú Bandaríkjamenn sem að geta nú bara tekið okkur svona með Grænlandi í leiðinni? Já, sko ég þekki marga Rússa, þetta er mjög gott fólk, en þeir sem er í stjórnmálunum, það var bara að senda á til Síberíu, þeir eru heima þar. Og þú ert alveg óhræddur við að segja þetta bara? Já, ég keypti á Ólympíuleikum í Tjúðþraut og ég kynntist mörgum Rússum og þetta er rosalega gott fólk. En þessi pólitík er bara rugl hjá þeim. Þeir eru ennþá í kommunismunum. Þeir fóru aldrei úr kommunismunum. Það er svo íhaldi hérna. Íhaldi er búið að ráða, þeir haldi þeir eigi í Ísland. En það er bara ránt. Þetta er svona þetta alræðis ástand, sko, þarna, en svolítið komið í það líka. Ólympíuverðlaun. Það er ekkert annað. 72. Ég keypti 76. Vá. Silfur, er þetta ekki silfur? Nei, þetta er brons. Já. Nei, sko, við erum með það, sko, Nei, Rússar og Bandaríkjamenn, þeir geta eyðilagt jörðina 40-50 sinnum. Þannig að það þarf að gera með eitt vitleysingur til að ýta á hnappinn, þá er þetta búið. Þá ferum við ekki í sundlaugina meira. En eigum við þá bara, eigum við að standa með einhverjum eða eigum við að standa með Grænlandi? Við eigum að standa með friðarsinnunum. Þetta er einhver friðarsinnar. Rússarnir að tala nasistana, þeir eru ekkert betri. Þeir eru að drepa fólk í Síberíu. Já.
Þannig að við eigum bara að vera með, sko, við eigum að vera heimsmeistarar í friði og bara fá... Alla þjóðir hingað og bara setjast að borðunni eins og þegar við vorum með hérna Gorbachev og hinn. Bara staður friðar viðræðina. Það eina sem við getum gert og það stór hluti, það er að byggja upp frið. Þú sér það þessi morðtól sem þeir eru með, þeir voru hrikaleg. Og ég bið ekki í það ef einn rússnesku kafbátur myndi, eða bandarísku kafbátur, kjarnorkukafbátur myndi hérna sökkva, þá seljum við ekki meira íslenskum fiski. En hvað finnst þér þá að séu hérna kafbátar, er ekki bandaríski kafbátar hérna í kringu landi núna? Jú, það er bandarískir og rússneskir og það er allra þjóða kvikindi. En hefði ekki átt að spyrja okkur svolítið leyfi til þess að veita svona, eða var búið að spyrja okkur leyfi þannig með varnarsamning? Við samþykktum það 1949. Við samþykktum morðtólin. Jú, en hefði ekki verið svona, væri ekki ástæða svona til þess að ræða þetta aðeins meðal þjóðarinnar núna? Það þýðir ekki að ræða þetta, það þarf að gera eitthvað. Það er ekki nóg að tala og tala. Þú sér það eins og ég segi, þessi morðtóli eru alveg hrikaleg, sko. Það er ekki með eitt brjálæðarsting til að íta og eitt taka, þá er þetta búið. Má ég nokkuð spyrja hvað þú heitir? Elías Sveinsson. Ég er nýfaldur Íslandsmeistari í tugþraut. Daley Thompson, mest íþróttamann allra tíma, Bretti. Hann var tvöfaldur ólympíumeistari í tugþraut og tvöfaldur Evrópumeistari. Ég vann hann í 3 greinum á ólympíuleikunum, það var ekki talað með þetta í 40 ár. Ég kom úr fátækrahverfunum. Nú. Ég tala það. Já, ég unni mig alveg frá 0 og upp í það sem ég er í dag og ég er ekkert að segja að ég sé merkilegri en aðrir en fólk sambandi friðin þá þarf fólk að fara að tala saman, allar þjóðir, Norður-Kórea, Rússland, allir Kínverjar. Þeir vilja örugglega ekki eyðileggja jörðina alveg. Þeir geta 40-50 sinnum. En ef við förum aðeins aftur að verðlaununum, fannstu svona fyrir því að voru fordómar ef að þú hefði verið sko svona af einhverju svona fínni ættum á Íslandi þá hefði svona þér verið meira hampa á þessi? Þeir hlógu að mér sko 1976, þeir hlógu að mér hérna fréttamennir, þeir spurðu mig, Elías, þú vinnur eina grein hérna í tugþrautinni og hvað er ólympíustyrkurinn? Þá sagði ég, já, ég fæ plássa togara once in a while og þeir skellir hlógu, hvers konar aumingjar Íslendinga væri, geti ekki styrt eina tugþrautamannin. En það var að því ég var alveg í fátækrahverfunum, ég hef aldrei verið heiðraður að ISI, FRI, IBR, hvað þetta heitir allt saman, eða CIA. Við þurfum bara að vera ánægð með það. Já, samt var ég nýfaldur Íslandsmeistari. Ég var að keppa við stráka sem fengu styrki og þeir fóru á fyllir í 10-15 ár. Ég ætla ekki að nefna neinn upp. Þannig að þú varst nú kannski bara heppinn með það að fá ekki styrkin til að... Númer 1, 2 og 3, það er að fá allar þjóðir, Norður-Kórea, Rússa, Kínverja, Bandaríkjamenn og alla að borðinu. Annað er bara rugl. Við getum talað þetta í 30 eða 70 ári í viðbót. Það er ekki nóg að tala, það er að láta verkinn tala. Heyrðu, það er gaman að hitta hérna, nýfaldan heimsmeistara, ólympíumeistara. Kæra þakki fyrir... Greinum ólympíuleikum. Glæsilegt. Já, en gaman að sjá orðuna líka, hún er nú alveg glæsileg. Fátækrahverfunum. Pabbi minn, hann var 50 til sjós og ekki var hann óreglumaður, en stundum var allar til matur, en alltaf kaus hann íhaldið. Maður bara hristir hausinn, sko. Íhaldi og Framsókn, þetta er bara gamla mafían. Við höfum að skila, þeir eru að vera bara heima. Skila skömminni. Þú sér það er ekki vit í því að ef maður tala við útlending og segir að krakkagreiðin þurfa að borga íbúðina sem 3-4 sinnum, þeir bara hlæja að manni. Hvers konar fábjánar hafa verið að stjórna hérna. Og verkalýðurinn kýs þetta aftur og aftur. Og þú sér nú með þennan sem var í VFR, hvað er hann með? 5-6 milljónir. Þykist vera að berjast fyrir fátæklingana. Þetta er bara rugl. Þetta liði er að tróða undir sig og sína. Því miður þurfa menna að fara í háskólann til að læra að stela og ræna og röfla. Jæja, hörðu. Þetta var hressandi. Kæra þakki fyrir. Ekkert vita á þessu. Nú, en veit ekki það alveg, ég meina, hefur ekki skoðun á því samt hvort að við Íslendingar erum að gera rétt í varnarmálunum? Ég veit það ekki.
Best að segja ekki neitt. Hvað ef að þú væri nú varnarmálaráðherra og bara allt í einu fengir það embætti? Hvað myndir þú gera í málunum heldurðu? Ég veit það ekki. Ég myndi gera. Ég vil bara að reynda að setja frið. Bara hafa frið. Reyna að útrýma þessum stríðslátum. Já. Og við Íslendingar ættum ekki að taka þátt í þessu stríðsrekstri eða hvað? Nei, við höfum ekkert að taka þátt í. Við höfum að fá að vera í frið í okkar landi. Já. Og beita okkur fyrir friði? Já, við höfum landið. En ef einhver kemur og tekur okkur bara eins og Grænland, eins og áform eru? Við getum ekkert gert þá. Við getum ekkert gert. Já, hvort sem sko. Nei. Jæja, ég skal ekki segja meira. Já, þetta er nú bara mjög ákveðin afstaða. Og margir sem eru á þessu að þetta sé kannski sterkast afstaða. Því mestu öryggi bara fólkið í friðinu? Já. Ég bara vona að það verði. En má ég nokkuð spyrja hvað heitir? Ég heiti María Anna. Það er 88 ára gömul. 88 ára gamall friðarsinni. Það er að þakka fyrir skemmtlir. Hefur eitthvað fylgst með þessari umræðu varnarmál Íslands og svoleiðis og heimsins? Ég get ekki sagt mikið fylgst með því, en veit eitthvað. Og hvað finnst þér þessi stór auknu útlát okkar til stríðsreksturs og stríðsmála og hér séu svamlandi kafbátar og herflugvélar og svona, veitir þetta þér öryggi? Aukin fjárveiting? Já. Ég bara hef aldrei hugsað þetta svoleiðis. En þetta þarf að verja landamærin. Eitthvað að gera, en ég veit ekki alveg hvort maður vill kannski hvað er ekki 3 milljarðar í stríði í öðrum löndum. Ekki alveg sem að það sé kannski það sem ég langar að nota féði. Finnst þið kannski að það átt að eitthvað ræða þetta mál kannski við þjóðinni eitthvað þannig? Já, það hefur alveg verið góð pæling, sko. En hvað finnst þér svona ert þú hrædd þegar þú hlustar á þessu pælingar kjarnorkustyrjöld og þriðju heimsstyrjöldina og þú finnur til svona ógnar? Það er ekki að segja þessu dagstælega, sko. En það finnur svona ákveðu öryggisleysi meira í fólkinu kringum hann og svona þegar maður er að ferðast erlendis og svona, það er svona fólk hefur meira svona varan á sér. En börn svona í kringum, þegar þau heyra hefur að tala kjarnorkustyrjöld og heimsstyrjöld, finnst þér svona erfitt að útskýra málin fyrir börnum? Svo sem bara ekki þurft að útskýra þetta neitt fyrir þig. Mín börn eru svo stór og þeir bara mynda sér sína eigin skoðanir. Þannig að ég bara ekki lært þetta neitt mikið hefa, sko. En finnst þér sannfærandi þegar það er sagt að þýði ekkert að vilja bara frið og við tökum ekki þátt í stríðsrekstrinum? Ertu sannfærð að það borgi sig á einhvern hátt að taka þátt í því? Ég finnst að Íslandi bara vera hlutlaust í svona ekkert að taka þátt í einhverjum stríðsrekstri, sko. Við höfum alltaf verið hlutlaust, þetta er bara alltaf verið. Við erum nú búin að vera með amerískan varnarsamning samt mörg ár. Já. Ég held bara að þeir sem langi að taka landið yfir þeir bara gera það, sko. Sem að einhverjum við erum í liði, sko. Og er einhver sem þú ert hræddari við en annar? Það er náttúrulega alltaf gott með hertekinn, ég held að það skiptir ekki mjög hver það er, sko. Hefur þakkaði kærlega fyrir, má ég spyrja hvað það heitir? Ég veit ekki hvað. Takk fyrir spjallið. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.